Hjarta Rea sló alltaf hratt eins og fangaður fugl að slá vængjunum sínum á glerglugga. Ég vil tjá mig, hugsaði hún, en óttinn er of stór. Þessi barátta hélt henni lítilli og draumar hennar læstir. Vinkona hennar, Ea, sá sársauka hennar. Ea var róleg og sterk eins og gamalt, traust tré. Ótti er bara hávær hugsun, útskýrði Ea. Það er ekki raunveruleg hætta, en hugur þinn er að platta þig. Ea deildi leyndarmáli sínu, þöglu mínútu. Þegar ótti slær, ekki berjast gegn honum. Stöðvaðu bara, lokaðu augunum og andaðu djút í 1 mínútu, sagði hún. Einbeittu þér aðeins að loftinu sem fer inn og út eins og að horfa á öldu á hafinu. Þessi einfalda aðgerð brýtur álög óttans. Rea byrjaði á æfingu sinni, prófaði þöglu mínútu fyrir stór augnablik. Þegar hún fann hita áhyggjunnar, stöðvaði hún sig og andaði, smakkaði ferska loftið. Háværu óttahugsanirnar urðu fljótlega að hvísli, síðan þögn. Loksins hélt hún kynningu sína, rödd hennar var skýr og sterk. Brjóstið hennar fannst ekki þungt, henni fannst létt, eins og heitloftsbelgur sem lyftist upp. Hún lærði að hugrekki er ekki fjarvera ótta, heldur að anda rétt í miðju hans. Öflugur lærdómur er þessi, þú getur ekki eitt ótta, en þú getur breytt sambandi þínu við hann. Andardráttur þinn er akkerið þitt. Notaðu þöglu mínútu til að endurheimta kraft hugar þíns í dag. Gerðu áskrifandi að Íslandi og skrifaðu akkerið mitt í athugasemdir til að láta okkur vita að þú ert að byrja þessa æfingu.